Með hækkandi sól þá gerist ýmislegt og til dæmis til nokkuð sem heitir List í ljósi. Þetta listahátíð fyrir austan á Seyðisfirði og já, við erum komin í samband við Sesselju Hlín sem bókstaflega á fleygiferð. Já, og hún hefur veg og vandað þessari hátíð og mörgum fleiri. Hvað að gerast? Herðu, við erum opnum vetrarhátíð í gær klukkan 6:30 og erum bara að tvíka hátíðina í dag. Þannig að þess vegna er ég í bílnum, sko. Hún verður opin alla helgina og verður opin í kvöld frá 9:30 til 10, laugardag og sunnudag. Þetta vetrarhátíð í Reykjavík? Já, nákvæmlega. Akkurat. Og síðan fljúgum við bara beint til Seyðisfjarðar og opnum List í ljósi næsta helgi. Þessar hátíðir sem tengjast? Já, þetta bara gott samstarf á milli. Já, ég skil. Já, List í ljósi búin að vera í 7 ár og við byrjum þetta samstarf við vetrarhátíð fyrir 4 árum síðan. Frábært. Og hvernig kemur List í ljósi til og hvað að vera núna þegar þið opnið hana eftir viku? Já, þetta ég og samstarfskona mín Silja Harrison stofnum þessa hátíð fyrir 7 árum síðan til þess að fagna komu sólar aftur til Seyðisfjarðar. Vegna þess að fáum ekki sjá hana í 4 mánuði, þannig að það er alveg tilefni til að fagna, sko. Heldur betur. Og þetta listahátíð sem gerist utandyra og í ár eru 27 verk sem við sýnum og það dreifast allan bæ og hátíðin startar þegar það eru dimmt og slökkva öll götuljós, öll húsaljós og kveikjum á verkunum og þau lýsa bæinn fyrir okkur. Er þetta þá alfarið einhverjir ljósaskúlptúrar eða slíkt? Já, alls konar. Það skúlptúrar, við erum að mappa hús, innsetningar, alls konar. Vá. Bara allur skalinn, já. Þetta hlýtur að lita bæjarlífið heldur betur á þessum tíma? Það gerir það. Þetta er líka svo skemmtilegt tími til að gera eitthvað. Það er ekkert mikið annað í gangi, sko. Þetta er gefur fólki eitthvað til að laka til. Að ég tali nú ekki á þessum tímum? Nákvæmlega. Þannig að, já, vinur minn var að djóka með að vetrarhátíð og List í ljósi fyrsta gleðin eftir að COVID fyrir aðeins að slakna. Já. Ég trúi því og þá meira sem núna getur fólk staðið bara hlið við hlið, þarf ekki að hafa metrar milli til þess að njóta. Nákvæmlega, þannig að þetta var gríðarlega skemmtilegt. En sko, ég fór inn á síðun og mér fannst eins og það væri ennþá fleira sem að í gangi til hliðar við þetta. Getur það stemt? Já, hingað til hefur yfirleitt verið kvikmyndahátíð sem heitir Fletcher Film Festival. Þeir reyndar ætla ekki að vera með hátíðina í ár fyrr en í maí. Já, ok. En þau verða samt í rútu á hátíðinni og verða með svona smá gjörning og að kynna hátíðina. Þannig að það er feff á ferð í ár. Það er áhugavert að auglýsa kvikmyndahátíð í rútu. Já, nákvæmlega. Þannig að þau verða að keyra með gangunum í gangi og pikka upp áhorfendur og kynna hátíðina fyrir þeim. Og er allt að smella? Verður þetta allt klárt eftir viku? Já, algjörlega. Ég hef með svo frábært teymi sem stendur með mér. Þannig að þetta skotsmellur. Þú ert ánægð með þetta? Já, ég er það. Þannig að Seyðfirðingar og nærsveitamenn nærfirðingar geta farið að láta sig hlakka til að dást að ljósinu bæði þarna upp á heiminkólfinu og svona í kringu sig eftir viku. Algjörlega. Ég er líka búin að panta norðurljósin, sko, þannig að það verður svona ekstra verk á heimnum. Já, ok, vá, þú ert með rosalega gott samstarfsfólk. Já, nákvæmlega. Tengslin ná víða. Nákvæmlega, það er bara þannig. En til hamingju með gærkvöldi, með opnun vetrarhátíðarinnar, það er ekki lítil hátíð. Nei, nákvæmlega, takk hérlega fyrir það. Og gangi ykkur vel á lokasprettinum fram að næstu helgi. Takk.